Umhverfisdagar í Skagafirði verða frá 15. til 19. maí næstkomandi og allir hvattir til þess að taka þátt. Við fengum Guðlaug Skúlason, varaformann umhverfisnefndar og einn af skipuleggjendum átaksins til þess að segja okkur frá. Umhverfisdagar í Skagafirði. Getur þú sagt mér svolítið frá þessu verkefni? Já, þetta byrjaði fyrir 30 árum. 1989 þá var fyrsti umhverfisdagur Skagafjarðar settur á laggirnar og hefur verið allar götur síðan óslitið og við erum svona ákveðin tímamótum hvað það varðar og ætlum svona að gera þetta aðeins meira heldur en dagar. Eða sem það í dagur segi og þetta verða dagar. Já, einmitt. Umhverfisdagar núna byrja 14. maí, miðvikudaginn 14. maí og það verður bara vonandi skemmtilegt og vonum að fólk taki þátt. Já, finnst þið vera almennt svona mikil vitund meðal íbúa í Skagafirði umhverfismál eða hvernig? Já, ég meina þetta er alltaf aukast. Ég kannski hef ekki neitt svona nema bara tilfinningar fyrir því. Já, ég veit það svona hvernig stemningin er. Já, stemningin, ég meina fólk er alltaf að hugsa meira og meira umhverfið og bara eins og heimili að flokka og... Akkurat. Þeir eru náttúrulega með fyrirmyndar aðstöðu varðandi það hjá flokku. Getur þú sagt mér aðeins frá því? Frábært fyrirtæki þar, þéttbýlin eru farin að flokka alveg, heimilissorpið. Það sem við erum að flokka plast og pappa og ál og lífrænt og síðan urðað. Síðan er stefnan og það er komin vinna á stað í því að fara að koma dreifbýlin í svipað eða sama kerfi, ekki alveg komið 100% en komið vinna á stað. Já. Síðan fer þetta niður í húsnæði flokku EHF, niður í iðnaðarhverfi hjá okkur og þar er þetta fullflokkað eða svona, tekið í sundur. Það er bara svona móttaka sem þú getur komið með þetta allt. Já, þetta er sótt heim á hvert heimili en síðan getur þú komið með þetta niður yfir ef þú vilt, bara svo stærri pakningar og þess háttar. Akkurat. Og þá er þetta flokka allt þar og síðan er þessu sett í gáma og skipað í burtu eða keyrt eftir hentugleika. Þetta er bara frábær þjónusta og það er ekki hægt að, þegar maður er komin í hana þá er erfitt að sleppa henni, það er held ég alveg, þetta geta allir verið sammála því. Akkurat. Og rauninni bara forréttinda að geta flokkað heima á sér og sett þetta síðan bara í tunnuna og þetta er tekið. Og þetta er bara tekið eins og er, já. Já, og þú veist að þetta er ekki bara að fara í jörðina í næsta nágrenni, Nei, akkurat. En umhverfisdagarnir, nú eruð með nokkra mismunandi viðburði í rauninni á hverjum degi. Hvað er svona helst sem stendur upp úr sem þú langar að segja mér frá? Það er auðvitað, ef við byrjum á miðvikudeginum, þá ætlum við að vera með plokk sem að svona flestir eru farnir að kannast við þetta orð. Það sem að verða svona plokkviðburðir hér á Sauðárkróki, í Varmahlíð og út á Hofsós. Já, sérst fólk hittist á einhvers staðar á ákveðnum stað og fer saman. Og fer saman og bara tínir rusl og ég meina gerir bara gott úr þessu og spjallar og... Við ætlum nú einmitt að tína rusl hérna í Litla-Skógi en það er bara ekkert rusl sjáanlegt. Það er svo sem bara gott. Það er mjög ánægilegt að sjá þetta, það er bara frábært. En og síðan bara koma svona viðburðir áfram, bara það sem við erum bara að hvetja fólk til að tína í kringum sig á svona og bara njóta umhverfisins og fara kannski gangandi á hjólandi í vinnu þeir sem geta og hafa áhuga á. Síðan á laugardeginum, þegar kemur helgi, þá ætla fyrirtæki hér í firðinum að vera með opið hús, kynna sína starfsemi. Þetta eru þá gróðrarstöðvar, garðyrkjustöðvar og flokka sem við vorum að tala um áðan. Já, akkurat. Það sem bara verið að kynna starfsemina og hvernig svona hægt er að gera umhverfið fallegra. Einmitt. Getur fólk þá kannski líka að fengi einhverjar upplýsingar varðandi, þú veist, þá líka garðrækt og svona vorverkin tengt gróðrinum og slíku? Það ætti ekki að vera neitt vandamál. Ég meina eins og niður í gróðrarstöðinni hjá sveitarfélaginu og þar verða starfsmenn á svæðinu og sem að vinna við þetta alla daga og það er vel hægt að... Fróðleiksbrunnar? Já, það ætti ekki að vera vandamál þar held ég. Nei. Og sama með eins og flokku og eða ert í einhverju vandræðum með hvernig þú átt að flokka eða ég meina það er ekkert allir sem vita það að þvottavélar og annað það er mikil verðmæti í þessu, þetta er allt endurvinnanlegt nánast úr grunni til að mynda. Já, einmitt. Mikilvægt að koma sér réttar hendur. Já. Svo þetta fari ekki bara ofan í jörðina og
verðið þar næstu 500 árin eða Nei. á þess að ég hafi einhverja tölu fyrir mér í því. Síðan ætlum við að enda þetta á sunnudeginum 18. maí og þar ætlum við að svona vera með táknrænan viðburð og ætlum að planta 100 plöntum á þessum 3 stærri þéttbýlisstöðum hér í Skagafirði. Það er að segja Sauðárkróki, Varmahlíð og Hofsós. Já. Og það er svona 300 plöntur svona táknrænt út, það eru 30 ár frá fyrsta umhverfisdegi. Og verður það þá svona eitthvað svona, hvetji fólk þá til að koma og hjálpa til við þetta? Já, það verður, ætlum að grilla og það verður eitthvað bara fyrir allir geta tekið þátt, fengið að planta plöntum og hvort þetta verði 100 plöntur eða 200, það bara kemur í ljós. Einmitt. En það verður mikið húllumhæ og bara fólk hvatt til að koma og taka börnin með og gera svona gott úr þessu. Einmitt. Bara hvetjum allir til að mæta. Já, heldur betur.